Komiði sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 29. janúar er síðasti sunnudagur eftir 13. Þema dagsins er ummyndun. En í dag er einnig bænadagur að vetri. Lexían segir frá Móse hann sótti sáttmálstöflunar upp á Sínaí fjall. Í pistlunum sem ég hef valið að tala út frá skrifar Páll skýluna sem Móse huldi andlit sitt með eftir ferðina upp á Sínaí. Og í Guðspjallinu ummyndast Jesú í návist 3 lærisveina sinna. Þetta allt áhugaverðir textar, en við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og heyrum hvað Páll skrifar í pistlinum sem úr 2. Korinthubréfi 3. kafla. Ég geri ekki eins og Móse sem setti skýlu fyrir andlit sér, til þess að Ísraelsmenn skyldu ekki horfa á ljóma þess sem var að hverfa. En hugur þeirra varð sljór, því allt til þessa dags hvílir sama skýlan yfir upplestri hins gamla sáttmála. Og henni hefur ekki verið svipt burt, því að Kristur einn lætur hana hverfa. Já, allt til þessa dags hvílir skýla yfir hjörtum þeirra, hvenær sem lesið úr lögmáli Móse. En þegar einhver snýr sér til drottins skýlan tekin burt. Drottin andinn, og þar sem andi drottins þar frelsi. En við sjáum öll með óhjúpuðu andliti dýrð Guðs endurspeglast í Kristi og andi hans lætur okkur umbreytast eftir þeirri sömu mynd til enn meiri dýrðar. Já, þemað í dag ummyndun, en það vísun í Guðspjallstextan þegar Jesús fór með Pétur, Jakob og Jóhannes upp á hátt fjall og ummyndaðist fyrir augum þeirra. Þessa sömu dýrð sá Móse þegar hann sótti sáttmálstöflunar og þegar hann kom niður af fjallinu tók líðurinn eftir því að andlit hans ljómaði, því að hann hafði staðið í dýrð Guðs. Engar frásagnir af ljóma og andlitum lærisveinanna, en Páll postuli gerir ljóman á andliti Móse að umræðuefni í pistli dagsins. Hann segir að ljómin á andliti Móse hafi lýst dvínandi dýrð og að Móse hafi hulið andliti með skýlu til þess að fólki sæi ljóman ekki dvína og hverfa. Páll túlkar það þannig að lögmálið sem Guð hafði gefið Móse hafi verið tímabundinn sáttmáli. Lögmálinu var ekki ætlað að hafa endalausan gildistíma, eins og ljóminn á andliti Móse fölnaði, myndi lögmálið renna sitt skeið og víkja fyrir nýjum sáttmála. Ólíkt hinum gamla sáttmála myndi dýrð hins nýja sáttmála aldrei dofna eða hverfa. Og þeir sem boða hinn nýja sáttmála endurvarpa dýrð drottins til sinna áheyranda. Páll notar myndmálið skýluna til að lýsa trúar afstöðu þjóðarinnar og skilningsleysi gyðinga á orði Guðs. Jafnvel á þeim tíma sem Páll skrifa bréfið var hugur þeirra sljór. Þeir lásu ritningarnar en héldu sig áfram við lögmálsverkin. Þeim var gjörsamlega hulið að leiðin til hjálpræðis lægi ekki í gegnum lögmálið, heldur fengist það fyrir trúna á Jesú. Páll skrifar því allt til þessa dags hvílir sama skýlan yfir hjörtum þeirra við upplestur hins gamla sáttmála. Þessi skýla enn til staðar trúarlega séð gagnvart fagnaðarerindinu. Páll talar blindu gyðinga en við getum skipt gyðingum út fyrir aðra einstaklinga. Öll þekking geymist í minni okkar og ávinningur af eftirtekt og við allt lífið að læra. En við getum ekki lært allt því áhugasvið okkar setur okkur takmörk. Þess vegna höfum við aðeins yfirborðsþekkingu á nær öllu sem liggur utan áhugasviðsins, en síðan dýpri og meiri þekkingu á því sem við höfum áhuga á. Oft teljum við okkur vita nóg málefnið,
en svo kemur kannski ljós að það ekki. Við eigum til orðatiltæki að svipta hulunni af einhverju, afhjúpa eða við segjum að augun opnist þegar við gerum skyndilega uppgötvun. Og í þessu sambandi tala ég uppgötvun fyrir trú okkar. En til þess að gera uppgötvanir þurfum við að hafa meira en yfirborðsþekkingu. Það nægir ekki að lesa með skýluna yfir hjartanu eins og Páll orðar það, því að þá sjáum við ekki dýrð Guðs. Páll skrifaði að hugurinn væri sljór og í dag er hugur margra sljór. Eins og gyðingar gerðu sér ekki grein fyrir því að lögmálið myndi uppfyllast í Jesú, skýlan fjarlægð og gamli sáttmáli afnuminn, þá er algeng hugsun í dag að skírn og ferming séu næg nálgun við Guð. En Páll skrifar að henni, það er að segja skýlunni, verði ekki svipt upp því Kristur einn láti hana hverfa. Og það er einmitt reynsla tveggja lærisveina Jesú, eins og eftirfarandi frásögn ber vitni Eftir upprisuna slóst Jesús í för með 2 lærisveinum sem voru á leið frá Jerúsalem til Emmaus. Þeir þekktu hann ekki fyrir hann braut brauðið og hvarf þeim sjónum, en þá sögðu þeir hvor við annan. Brann ekki hjartað í okkur meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur ritningunum. Með trúnni ljúkast ritningarnar upp, með trúnni öðlumst við meiri skilning, því að trúin á Jesú er lykillinn að því að skilja Gamla testamentið og koma hans var uppfylling spádómanna. Meðal síðustu orða Jóbs í samtali hans við Guð voru þessi: Ég þekkti þig af afspurn, en nú hefur auga mitt litið þig. Job taldi sig þekkja Guð, en augu hans opnuðust eða hulunni var svipt, sá hann að hann hafði í raun ekki þekkt hann. Og hann sá að hann hafði talað Guð af skilningsleysi og Job iðraðist þegar hann hafði uppgötvað hver Guð var. Og í trúmálum nauðsynlegt að hver maður leiti Guðs, finni hann og opni hjartað fyrir honum, því annars þekkjum við hann bara afspurn. Augu okkar þurfa að sjá Guð allstaðar í sköpunarverkinu, í kærleiksverkum, í bæninni, í gleði sem á sorgarstundu. Enda vill hann leiða okkur í gegnum lífið. Ég hef svo oft sagt að það sé ekki nóg að vita að Jesús sé nefndur í Biblíunni. Við þurfum að hafa hann í hjartanu. Hann sagði: Ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, mun ég fara inn til hans. Jesús bankar á hjörtun. Það er okkar að opna og leyfa honum að umbreyta okkur í börn Guðs. Móse einn fékk að líta dýrð Guðs á fjallinu og andlit hans ljómaði á eftir. En í gegnum Krist og fyrir hinn nýja sáttmála umbreytust við til hinnar sömu dýrðar. Já, þemað í dag ummyndun. Í kaflanum á undan Guðspjallstextanum, það er að segja 8. kafla Markúsar, hafði Jesús upplýst lærisveinana þann veg sem fyrir honum lægi að fara. Hann yrði smánaður, myndi líða þjáningu og dauða. En lærisveinarnir sem höfðu af fórnfýsi fylgt honum myndu uppskera eilífa dýrð. Og Jesús vildi gefa nokkrum þeirra innsýn í dýrð Guðs ríkis. Hann sagði: Sannlega segi ég ykkur, nokkrir þeirra sem hér standa munu eigi deyja fyrir en þeir sjá Guðs ríki komið með krafti. Og Jesús tók með sér 3 lærisveina, Pétur, Jakob og Jóhannes upp á fjallið, þar sem hann ummyndaðist fyrir augum þeirra. Þeir fengu að sjá dýrð Guðs. Ummyndunin var staðfesting fyrir þá á því hver Jesús væri og hefur elt þá í starfi sínu og boðun á trúnni, eins og Pétur skrifar í fyrra bréfi sínu.
Ekki notaði ég uppspunnar skröksögur ég kunngerði ykkur mátt og komu Drottins Jesú Krists. Heldur hafði ég verið sjónarvottur að hátign hans. Því hann meðtók af Guði föður, heiður og dýrð, þá raust barst frá honum, frá hinni dýrlegu hátign. Þessi minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Þessa raust heyrði ég sjálfur koma frá himni, þá ég var með honum á fjallinu helga. Hafi lærisveinarnir nokkur tíma efast, þá hefur skýla vantrúar eða efasemda fokið burt og fullvissa trúarinnar tekið við. Nú þekktu þeir Guð ekki af afspurn, heldur höfðu augu þeirra litið hann. Þeir höfðu séð dýrð Guðs og Guð. Því Jesús sagði, sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Lærisveinarnir fengu áhrifaríka og hvetjandi yfirlýsingu fyrir áframhaldandi þjónustu þeirra við boðun orðsins. Því eins og við skírn Jesú heyrðist úr skýi, rödd Guðs segja, þessi minn elskaði sonur, hlýðið á hann. Páll sagði að Drottinn væri andi og þar sem andi Guðs væri, þar væri frelsi. Og eftir að hafa orðið vitni að ummynduninni urðu lærisveinarnir frjálsir. Frjálsir undan efasemdum, frjálsir í boðun á sannleikanum, hjörtu þeirra brunnu, þeir voru fylltir eldmóði í boðun hins lifandi orðs og fullvissa þeirra á eldmóður hefur haldist í gegnum aldirnar. Þeirra orð endurspegla dýrð Guðs til okkar, því að fyrir þeirra orð trúum við og fyrir trúna umbreytumst við í börn Guðs. Þessar frásagnir af upplifun lærisveina Jesú og reynslu Móse fylltu ekki aðeins þá sjálfa eldmóði, heldur einnig frásagnirnar, svo að við sem lesum beinlínis finnum kraftinn í orðunum. Textarnir voru skrifaðir af sannfæringu hjartans og þess vegna nauðsynlegt að lesa þá með hjartanu. Sá sem hefur einungis yfirborðsþekkingu á orði Guðs missir af þessum vitnisburðum sem hrífa þá sem lesa með sér og gefa þeim löngun til þess að vita meira. Og vitnisburði þeirra sem reynsluna hafa eru að eftir því sem við kynnumst og lærum að þekkja orð Guðs betur, þá umbreytumst við, eins og reynsla lærisveinanna umbreytti þeim. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni, Amen.